Ástandið á húsnæðismarkaði mörgum tíðrætt og í nýrri skýrslu Íslandsbanka farið yfir þróunina og horfurnar framundan og við ætlum að ræða þessi mál hérna í dag og til mín komin þau Elvar Orri Hreinsson hjá greiningu Íslandsbanka, Una Jónsdóttir, hagfræðingur hjá Íbúðalánasjóði, Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri á Akranesi, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri og Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs Samtaka atvinnulífsins. Verið velkomin. Elvar, við byrjum bara eins og þér. Við ræðum svona hver staðan á húsnæðismarkaði. Já, við erum að sjá núna auki framboð í pípunum. Það í bland við svona minnkandi kaupmáttavöxt heimilina í landinu og auðvitað bara það að það sé að hægja hér á í efnahagslífinu sem mun leiða að sér þá minna innflæða erlendu vinnuafli til dæmis. Við erum svona að sjá að þessir þættir munu allir saman leggjast á eitt og svona draga úr hækkunar þrýstingi á íbúðamarkaði næsta kastið á næsta árum. Við erum að sjá íbúðaverð hækka að öllum líkindum um 20% á þessu ári frá árinu í fyrra. En á næsta ári þá erum við að spá því að íbúðaverð muni hækka 12% og svo 5% á árinu 2019. Þannig að við erum ef þessi spá eru að raungerast þá erum við að sjá íbúðamarkaðinn svona sigla í átt að einhverju eðlilegra ástandi. Og Una, þið nýlega búið með velheppnuð húsnæðisþing þar sem þið fóruð yfir stöðuna á markaði. Hvernig horfið þú á bara eftirspurnina á þessu markaði? Já, eftirspurnin talsvert mikil og hefur vaxið hratt. Það hafa verið kaupmáttaraukningar og annað sem eru til þess að eftirspurnin, hún jókst bara mun hraðar heldur en framboðið. Það er bara eðli þessara vöru slík að eftirspurnin, hún getur tekið við sér á einni nóttu en það tekur tíma að byggja íbúðir. Og það er bara svolítið ástandið sem við erum í núna og það hefur náttúrulega afleiðingar í för með sér. Þegar að eftirspurnin vex svona hraðar heldur en framboðið, þá þrýstist það verðið upp. Og það svolítið staðan sem skapaðist. Þar eru náttúrulega ákveðnir hópar sem sitja þar leiðandi eftir, ungt fólk í foreldrahúsum og þar fram eftir götunum. Og Sævar, þið hafa nú verið að kynna Akranesi sem spennandi kost og fyrir ungt fólk. Hvernig ykkar svona spá í rauninni fyrir næsta ár? Já, við erum núna að undirbúa 3 mismunandi reiti sem að byggingaverktakar geta verið að horfa til og þar ætlum við að koma upp 950 íbúðum til framtíðar og við höfum svona verið að leika okkur með það að á næstu árum geti orðið fjölgun á Akranesi 1000 manns. Þetta er 7200 manna bær, þannig að það er töluverð fjölgun ef af því verður á næstu 3 árum. En þessi reitir rauninni geta tekið við meiru, þannig að svona gangi þessi spá eftir sem hafa farið yfir hérna rétt áðan að þá sýnist mér að Akranes geti svona verið góður valkostur fyrir fólk sem er að horfa til þess að geta búið á höfuðborgarsvæðinu einungis hálftíma frá Reykjavík. Þannig að það er. Þið hafa líka verið að tala að bara eins og varðandi atvinnu fá sjávarútvegsfyrirtæki til ykkar. Ertu bjartsýnn á það? Já, ég er nú bara nokkuð bjartsýnn á að svona við erum að vinna að ýmsu sem snýr að eflingu atvinnulífsins og við höfum fengið fyrirtæki til okkar einmitt nýlega sem er að fara að hefja starfsemi á Akranesi og þessi svona atvinnusköpun í bland við það að stuðla því að vera með framúrskarandi skóla og leikskóla og búa til gott umhverfi fyrir fólk þar sem það býr. Það er partur af því sem við erum að leggja áherslu á. Það hljómar svo góða kynningafundi fyrir Akranes. Dagur, ef við tölum aðeins Reykjavíkurborg, þannig að það er mikið rætt 101 og svona þéttingu þarna. Hvað þið verið að gera til að koma til móts við þessa miklu eftirspurn? Það er auðvitað verið að byggja víða, þétta víða. Við erum stödd í miðju mesta uppbyggingarskeiði í sögu borgarinnar í húsnæðismálum og allar tölur út af fyrir sig staðfesta það sem að við höfum verið að svona vekja svolítið athygli á og reyna að draga fleiri með í er að húsnæðisvandinn, ég held að við getum skipt honum í tvennt, annars vegar þá framboðsvandi og mjög mörg sveitarfélög eru að reyna að mæta honum með því að hvetja til uppbyggingar hjá sér sem er fínt. En síðan er það hinn hluti húsnæðisvandans, það er að segja fólk sem að klemmist á húsnæðismarkaðnum getur á bæði erfitt með að kaupa og erfitt með að ná endum saman í dýrri leigu. Og þar er Reykjavík býsna ein að leggja áherslu á fjölbreyttari úrræði, samstarfið uppbyggingarfélög sem ekki að byggja í hagnaðarskyni, stúdenta, verkalýðshreyfinguna, búseta og fleiri. Og mér finnst ekki nægur svona gaumur gefinn að þessu að ekki sé talað sko bara félagslegar íbúðir beint fyrir þá sem hafa minnst á milli handanna. Þar er Reykjavík að fjölga verulega á sér á næstu árum. Raunar það mikið að við erum að bæta við okkur jafn mikið og öll hinn sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru þegar með til samans
og þau eru ekki að hreyfa sig neitt. Þannig að þetta tvíþætt vandamál. Þetta framboðsvandamál og síðan þetta í raun það að koma til móts við þann fjölbreytta hóp sem við köllum samfélag og allir þurfa öruggt þak yfir höfuðið. Þið hefur mitt talað það Una, hversu stór hópur þetta sem á leigumarkaði mitt og á illri nauðsyn. Og þetta mjög gott sem að Dagur nefnir það, því að við megum heldur ekki gleyma því hvernig vörur við erum að fást við. Þetta mannréttindavara, þetta ekki hefðbundin markaðsvara. Við verðum að hafa þak yfir höfuðið. Þetta bara grunnþörf sem allir þurfa. Og það kom út ný skýrsla hjá Reykjavíkurborg, held ég bara síðustu viku, að það sé núna 350 manns utangars hér á Íslandi. Fyrir 5 árum síðan þá var þetta 180 manns. Ég held að þetta sé mjög alvarlegt. Við verðum að horfast í augu við það. Þetta hópurinn sem að lendir hvað verst úti í og þetta að miklu leyti sökum húsnæðis ástandsins sem að fólk hefur ekki neitt stað til að vera á. Ef það er heppið þá kemst það inn á leigumarkað en staðan á leigumarkaði mjög erfið. Það mikil þörf fyrir svona þessi óhagnaðardrifnu félög sem að fólk getur búið þá í öruggu leiguhúsnæði til langs tíma þar sem að leigan í samræmi við greiðslugetu. Og það voru lög hér samþykkt almennar íbúðir 2016 og Íbúðalánasjóður hefur núna það hlutverk að úthluta þessum stofnframlögum til uppbyggingar á þessum íbúðum og það alls áætlað að þetta verði yfir 3000 íbúðir. Við erum búin að úthluta til uppbyggingar á yfir 900 og það einmitt þessar íbúðir hjá ASÍ og BSRB þá í samstarfi við Reykjavíkurborg. Þannig að svona staðan mjög erfið akkúrat núna en við horfum einhverju leyti bjartsýnisaugum til framtíðar þegar þessar íbúðir loksins koma því það þarf vissulega eitthvað að gera. Ásdís, en ef við förum aðeins yfir til Samtaka atvinnulífsins, hvernig þið hafa verið að meta stöðuna og kannski aðeins í samhengi bara við hvernig svona vöxtur á efnahagslífinu hefur verið? Já, það má í raun segja eins og við horfum á þetta að þá blasir við og hefur verið í raun alvarlegur framboðsskortur og það vissulega rétt eins og Una kom inn á áðan að það tekur tíma að byggja eignir og eftirspurnin samt bregst kannski frekar fljótt við. En þetta samt vandi sem við vissum af og það hefur verið varað við þessum vanda alveg frá árinu 2011. Það sem gerist í raun 2009 til 2012, þá erum við að sjá að byggingarkostnaðurinn töluvert yfir markaðsverðinu. Þannig að það lítill hvati fyrir byggingaverktaka til að ráðast í nýbyggingar eða nýfjárfestingar. Svo eftir að þessi aðlögun á sér stað að markaðsverðið hækkar og fer upp fyrir byggingarkostnað þá skapast þessi hvati. En það hefur hins vegar ekki verið nægilegt framboð og þar meðal annars lóðaframboð til að mæta þessari þörf. Og við skoðum bara með við það sem Íbúðalánasjóður að meta núna hvað það um 5.000 uppsafnaður framboðsskortur og berum það saman við það sem Samtök iðnaðarins voru að telja núna fram til ársins 2020, þá sé ég ekki betur en að við erum enn að glíma við alvarlegan framboðsskort árið 2020 á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að sko ef við horfum á þetta aðeins líka út frá hagkerfinu, við höfum verið að upplifa mjög sterkan kaupmátt, við erum líklega á toppi hagsveiflunar, þessarar uppsveiflu þessar mundir, mjög sterkur hagvöxtur. Það að hægja á vexti hagkerfisins, við erum samt sem áður að flestar spár eða allar gera ráð fyrir áframhaldandi hagvexti og áframhaldandi kaupmætti. Þannig að svona, ef ég tíni til allan að þeir þættir sem eru svona hafa áhrif á fasteignamarkaðinum þessar mundir, þá sé ég ekki annað en að við erum að fara að sjá verulegar hækkanir áfram. Nú ég ekki að koma með mín eigin fasteignaspá en svona allavega ef ég set fram þær framboðstölur sem að blasa við og berum að sama við þörfina og eftirspurnina, þá finnst mér nú 10–5% verðhækkanir ekkert svo afskaplega miklar í þessu samhengi. Ef við má aðeins hoppa inn í ef við ætlum að leggja talningar Samtaka iðnaðarins til grundvallar, til dæmis spám eins og ég sé að bankar að gera og svona, þá verðum við að átta okkur á takmörkum þeirra talninga. Þar eru til dæmis ekki taldar stúdentaíbúðir. Þannig að vantar sem sagt yfir 1000 íbúðir eða leigueiningar í framboðinu sem að koma núna í Reykjavík og að bara fara af stað núna í vetur vegna þess að stúdentaíbúðir svara þeirri eftirspurn sem að Íbúðalánasjóður að meta. Þannig að það verið að markvisst að undanskilja í þessum talningum ákveðnar íbúðagerðir sem koma til móts við eftirspurnina, að þá getum við lent í því að vera að spá afskaplega vitlaust. Við höfum reynda beðið aðgang að nýjustu talningunum hjá Samtökum iðnaðarins þannig að við getum borið það saman við okkar eigin gögn og höfum ekki fengið.
Og það gengur auðvitað heldur ekki að sko eitt af því sem við hljótum að vera að læra af því sem að gerðist hérna fyrir 10 árum að það vantaði rosalega mikið upplýsingar og gögn inn í þessa umræðu og inn í greiningarnar. Þannig á endanum voru markaðsaðilar mjög margir að taka verulega rangar ákvarðanir, bæði lánveitendur, byggingaraðilar og sveitafélög. Algjörlega. Og ég held að við sjáum þess merki bæði Íbúðalánasjóður núna finnst mér að standa sig mikið betur, koma með mánaðarlega skýrslur og fleira, þjóðskráður að taka sig líka á, greiningaraðilar á markað eru líka að reyna að gera það, en við verðum eiginlega að búa til eitthvað svona umhverfi þar sem við vitum þá takmarkanir á þeim svona lykiltölum sem við erum að nota, því að við viljum laga ástandið en við viljum meta það rétt og ég vil líka bara höfða aðeins til sko bankan og fjármálastofnunina sem að spá þessum hækkunum. Við sáum það til dæmis í febrúar að spá Arion banka 30% hækkun olli bara beinlínis einhvern veginn svona hræðsluviðbrögð og panik á markanum. Fólk fór að kaupa óséð og við höfum öll séð fréttir af þessu. Þó að þegar skýrslan var lesin að þá voru ekki bara eðlilegi fyrirvarar, þeir voru að taka mjög öfgafullt dæmi, heldur sögðu þeir beinlínis að öll spálíkun væri röng. Svona í einhvers konar kaldhæðni og þú veist, maður var svolítið hugsi yfir því að það var fullt af fólki sem fór að keyptu óséð á grundvelli þessara spá eins og það verið Þannig að svona spár hafa líka svona tilhneigingu til þess að láta sjálfar sig rætast bara með einhvern veginn áhrifum á markaðinn sem að kannski ekki rökstudd. En að því við erum að tala tölurnar frá Samtökum iðnaðarins, þessar nýjustu tölur eru ekkert alveg í takti þær fyrir tölur sem við séð frá þeim, en það eru alltaf aðrar tölur. Mér finnst þetta virkilega áhugaverður punktar sem að Dagur kemur þetta með. Það náttúrulega pínu svona grátbroslegt að á árinu 2017 að svona heildstæðasta myndin sem við fáum af framboðsliðinu komi frá Samtökum iðnaðarins og þeir eru hérna að keyra allt höfuðborgarsvæðið og handtelja íbúðir í byggingu meðal annars. Það svona pínu galið ástand að þetta sé í rauninni þörfin í dag af því að við erum með mannvirkjastofnun og aðra stofnanir sem ætti í rauninni að hafa þessi gögn bara aðgengileg og ég sem greiningaraðili auðvitað bara áskefti því sko. Við viljum auðvitað hafa gögnin þannig að þau endurspegli raunveruleikann sem best og þetta sem þú bendir á eru auðvitað áhugjefni líka í þessu samhengi. En það svo að stúdentaíbúðir eru ekki inn í þessari talningu? Allavega ekki fyrra og við höfum ekki fengið að sjá hvað er verið að telja núna. Það hefur verið gefin út greining með ítalegri sundurliðun hvaða íbúðir þetta eru. Já, en í fyrra var þetta gefið niður á kort þannig að maður gæti bara farið á heimilisföngin og tekka það af en við fáum þau svör að einhverju byggingaraðilar hafi fundist óþægilegt að einhvern veginn þannig að við fáum ekki þessi frumgögn sem hlýtur að vera það sem þarf að horfa á. Því að við þekkjum það alveg sjálf að það er svo mikið af líka litlum verkefnum, 1 til 5 til 9 íbúðir hér og þar verið að breyta atvinnuhúsnæði, íbúðarhúsnæði sem auðvelt að vanmeta í svona talningum og koma bara í einhverju svona ársuppgjörum eftir á. En þá þarf að einhvern veginn stilla þetta af. Hvað vantar þá inn í þetta ef það er verið að leggja þetta grundvallar í einhvers konar spá markaðsverð? Ég held nú reyndar að þessi með vinnu Íbúðalánasjóðs, það sem við munum sjá fasteigna áætlanir bara allra bæjarfélagana, þá munum við ná miklu betur utan þetta ástand og það mun gerast bara á næstu mánuðum. Þannig að ég er sannfærður að tölur hvað þennan markaði eftir að verða mun betur. Já, þetta það sem ég ætlaði að reyna að nefna í þessu samhengi að núna hefur Íbúðalánasjóður tekið það verkefni upp á föstum tökum að aðstoða öll sveitarfélög á landinu við það að gera öflugar húsnæðisáætlanir. Við erum að ferðast hringinn í kringum landið, erum búin að tala við bara held ég flest sveitarfélög og aðstoða við þessa vinnu. Þetta er mikil vinna að sittast niður og meta svolítið hvernig staðan er í þeirra sveitarfélagi, hvað vantar mikið íbúðum, hvað er í uppbyggingu líka, svo við vitum það. Þannig að það verði kannski aðeins betri upplýsingar heldur en talning Samtaka iðnaðarins sem er að sjálfsögðu búin að reynast mjög vel en við þurfum kannski aðeins öflugri upplýsingar og þá frá sveitarfélaginu sjálfu. En sem fyrir talningu þá erum við að sjá mjög ólíkan vöxt bara á horfum höfuðborgarsvæðið. Þessi sveitarfélög hérna í kringum Reykjavík. Þessar tölur eru með margt áhugaverðar. Við erum að sjá í rauninni aukningu í fjölda íbúða í byggingu en svo þegar við skoðum fjölda íbúða sem er að koma inn á markaðinn þá erum við að sjá samdrátt 800 íbúðir. Þannig að Samtök iðnaðarins er að tala um það að íbúðir sem er að koma inn á markaðinn yfir spátímabili séu 8.000 en þær voru 9.000 tæplega í febrúar á þessu ári í síðustu talningunni. En Reykjavík samanburði við önnur sveitarfélög? Já, við erum að sjá
sem sagt Mosfellsbæ og Garðabæ stækka hlutfallslega hraðast í þessum tölum. Svo hinum endanum erum við með þau sveitarfélög sem er að stækka hægast og þar á meðal er Reykjavík og Seltjarnarnes og þarna ertu auðvitað með dýrustu íbúðahverfin að einhverju leyti sem að, þú veist, eitt og sér gefur til kynna að þar sé meiri og ríkari þörf á fjölgun íbúða. En ástæðurnar sem að Samtök iðnaðarins hnýta í varðandi það að fjölgun, eða sem sagt að það sé fækkun íbúða sem er að koma inn á markaðinn er meðal annars þéttistefnan og hún sé tímafrek og hún auki flækjustig í framkvæmd við byggingu á íbúðarhúsnæði. Það býr auðvitað til þrýsting fyrir Reykjavíkurborg þegar þessi sveitarfélög er stækka þegar atvinnan er í Reykjavík að stóru leyti allavega. Já, ef við tökum bara þessar 2 punkta, annars vegar hvort að það sé góðu mælikvarði að tala hlutfallslega stækkun. Við erum með Reykjavík sem er með 52.000 íbúðir sem bara stokk og reikna ykkur prósent ofan á það frekar en að telja bara íbúðirnar. Það er alveg rétt að Mosfellsbær er tiltölulega lítið sveitarfélag með 3.800 íbúðir og hlutfallsleg stækkun þar er hái prósentum en fá í fjölda íbúða. Ef að við varum með sömu hlutfallslegu stækkun og núna þegar Helgafellslandið er að byggjast, þá væri 8.300 íbúðir í byggingu í Reykjavík sem er auðvitað langt umfram eftirspurn. Þannig ég er ekki viss um að það sé góður mælikvarði og við skulum líka muna það að þau svæði sem er að byggjast núna í Mosfellsbæ og Garðabæ voru tilbúin til uppbygginga fyrir 10 árum. Það voru meiri segja konar götur þar og ljósastaurar. Samkvæmt svæðisskipulaginu sem var gert var 2000 áttu þessi svæði að koma undan mjög mörgum svæði sem núna eru fullbyggð í Kópavogi. Þannig að svo sé ég það að hver eftir öðrum talar um það að þéttingin sé svo tímafrek en býtu af hverju byggjast þessi svæði í útjaðrinum þá svona hægt upp. Þegar þó þau sé að byggjast hratt upp núna þá eru þau 10 til 15 árum eftir áætlun. Þannig að ég held að þurfi bara að taka þessa umræðu alla saman. Svo ertu með til dæmis RÚV-reitinn. Það var nú náðu samningar um hann 2013, hann fór ekki inn í skipulag 2014 og það byrjaði að selja íbúðir þar miklu hraðar. Er það vegna þess að þétting tekur svona langan tíma? Ég held að hún taki bara mislangan tíma en það á líka við svæðin í útjaðrinum og byggingafulltrúi hefur farið aðeins yfir þetta fyrir okkur vegna þess að þetta er svo áberandi í umræðinu að fólk sé að tala einhvern veginn um að þétting sé tímafrekari og þar er þetta mismunandi en ekkert sem beinlínis bendir til þess að þéttingarsvæðin taki lengri tíma en önnur þó svo í einstaka tilvikum geti skipulagsmálin tekið langa tíma og svo framvegis. En ef maður horfir á svona framboðs- og eftirspurnarhliðina akkurat núna, þá erum við með byggingaverktakana sem er að horfa í það hvernig þeir geta fengið arð út úr sinni uppbyggingu og þeir horfa í lóðakostnaðinn og þeir sem að ég ræði við erum mikið að horfa í það að þeirra kostnaður, ef maður tekur út lóðaþáttinn, er svona frá 280.000 til 320.000 fermetrinn og þarf að geta selt þetta svona 400.000 þá fermetrinn og fyrir fólk sem er að koma, ungt fólk sem er að koma inn á markaðinn, að þá þýðir það ef þú ert að byggja í Reykjavík, þá er þörfin á að eigninar séu minni í fermetrum og það er akkurat það sem að þróunin er að verða núna hjá þessum verktökum. Það er að færa sig yfir í þá í dreifðari byggðir með stærri eignir fyrir þá sem að hafa þörf fyrir það eða að fara í minni eignir. Þetta er svona það sem að byggingaverktakarnir hafa verið að segja við mig síðustu vikurnar, búin að heimsækja þá alla og þannig að það er mjög áhugavert einmitt að horfa í þessa framboðs- og eftirspurnarhlið. Mér hefur alltaf fundist þessi umræða svolítið hagsmunadrifin, satt byrja að segja. Já. Og ef við spurjum þetta unga fólk þá vill það búa á góðum stað miðsvæðis, helst auðvitað ódýrt en það er alveg tilbúið að vera í minni íbúðum ef til þess að eiga efna á því og það er vegna þess að í daglega lífinu þá til þess að láta endurna á saman þá er þetta annars vegar húsnæðiskostnaður og hins vegar samgöngukostnaður og margar greiningar benda til þess að þegar verið er að byggja svona svokallega ódýrara húsnæði að þá borgar það bara í samgöngukostnaðinum bæði tíma og peningum og bensín og svo framvegis. Þannig og svo er þetta sko þessi þrýstingur á sveitarfélögin að láta verktaka hafa lóðir á gatnagerðargjöldum, það er að segja ekki á markaðsverði. Hafnarfjörður mætti þessu með því að gera þetta í 2 tilvikum núna á þessu kjörtímabili snemma
og urðu síðan mjög undrandi þegar íbúðirnar voru boðnar til kaups á metverði, sem er bara hæsta verði sem að sést hafði. Og það er vegna þess að þetta er markaður og verktakarnir reyna að fá eins mikið fyrir hvern fermetra og hægt er, burtséð frá því hvað spýturnar kosta, hvað sementið kostar og hvað lóðin kostar. Og þannig að þetta er svona, þetta er hluti af því sem þyrfti að ræða miklu svona dýpra finnst mér. Þegar við horfum á eftirspurn á framboði, þá erum við ekki að sjá, þegar við tölum aukna eftirspurn eftir kannski litlum íbúðum, við erum með minni fjölskyldur og við erum líka með eldri hóp sem er sístækkandi á lífeyrissjóðsaldri. Við erum ekki að sjá framboðið vera annað þessu. Rýma við þetta, nei, engan veginn. Ef við horfum á lýðfræðilegu þróuninni yfir lengri tíma, þá sjáum við að hún er öll á þá leið að auka eftirspurn hlutfallslega eftir smærri íbúðum. Hins vegar ef við skoðum framboðsliðina og hvernig hún hefur verið að þróast síðastliðna áratugi, þá hefur hún ekki rímað við þessa þróun og þvert á móti þar hefur verið að byggja hlutfallslega meira af stærri íbúðum. Þannig að núna blasir við okkur mikil umfram eftirspurn eftir smærri íbúðum og meira að segja ef við skoðum raunverð smærri íbúða þá sjáum við að það er í sögulegu hámarki á höfuðborgarsvæðinu og þessar eignir eru einhverju leyti að drífa hækkunartaktin á íbúðamarkaðinn. Er það ekki samt einhverju hluta vegna líka, það er náttúrulega nýlegt dæmi, er byggingarreglugerðin. Hún á einhverju leyti hafið þau áhrif það að skapaði minni hvata til einmitt að fara í fjárfestingar minni eigna og þetta kom á versta tíma þegar var slaki á markaðnum og þetta hamlaði frekari uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta er þá á árunum hér strax eftir hrun. En auðvitað það sem hefur verið að gerast núna er að það er meira eftirspurnaþátturinn sem hefur verið ríkjandi á sama tíma og framboðsskorturinn er orðinn á þeim stað sem það er í dag. Það er eitt sem ég vildi kannski koma inn á verðandi út og að nefna hérna með hlutfallslegar að við erum ekki að skoða þetta í hlutföllum. En nú er það náttúrulega þannig að Reykjavíkurborg er auðvitað stærsta sveitafélagið og einhver hluta vegna kannski ósanngjarnt að segja að þið eru að byggja svo og svo margar íbúða meðan Mosfellsbær er að byggja kannski 10 íbúða. Væri ekki eðlilegra kannski að við skoðum þetta bara með þörfinu. Nú ef ég man rétt þá skoði ég aðalskipulag Reykjavíkurborgar og þá kom klárlega, það nú sást þar að ykkar mat á þörfinni var hvað 800 íbúðir að með minnir á hverju ári en þið voruð ekki að fjárfesta upp í þessa þörf og það er í raun það sem við höfum líka verið að sjá öðrum sveitarfélögum. Þannig að langtíma meðaltali okkur með við svæðisskipulagið og aðalskipulagið var 700 íbúðir. Við erum búin að hækka það í 800 íbúðir og erum búin að setja okkur það markmið að það fari í gang 1250 íbúðir núna í næstu 4 til 5 ár til að mæta uppsafnaðri þörf. Ef við skoðum þetta á nágrönnum okkar að þá var Kópavogur frá 2000 til fram að hruni að byggja umfram í raun þær línur sem laðar voru í svæðisskipulaginu var að byggja hraðar á meðan Mosfellsbær og Garðabær voru að byggja mikið hægar. Þannig að það má segja núna er Kópavogur búið með sína lóðir, Seltjarnarnes er auðvitað löngu búin með. Þannig að svo uppbygging sem mun verða í Kópavogi verður þá á grundvelli þéttingar byggðar eins og Ármann bæjarstjóri hefur undirstrikað. Mosfellsbær og Garðabær er að byggja á sínum byggingarsvæðum sem voru tilbúin fyrir mjög löngu síðan en við erum að koma inn með svæði með litlum og meðalstórum íbúðum mjög víða á þéttingarsvæðum og gerum ráð fyrir því að þau verði mjög kraftmikil uppbyggingu núna næstu 4 til 5 ár og svo þetta áfram í þessum jafna takti. En í raun lærdómurinn, og það er alveg rétt hjá, lærdómurinn á síðasta svæðisskipulagi að því við tókum það út sameiginlega sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu var að það var í raun bara Reykjavík sem var að fylgja planinu. Aðrir voru ýmist mikið undir eða mikið yfir. Þannig að þá er það ekki nægilega gott stjórntæki. En mér finnst vandaðins inn í þessu umræðu. Það er bara ákveðin efri mörk á því hvað ungt fólk getur borgað fyrir íbúð, sína fyrstu íbúð og þess vegna er, eins og vorum að koma inn á þann, það er verið að horfa í stærð eignanna, það er suminni og það sé verið að svona bara hanna þessar íbúðir á nýjan hátt þannig að það sé verið að tryggja þau nútíma þægindi og þess vegna er fjölgunin að verða á Akranesi, Árborg og Reykjanesi, hún er líka að verða einmitt fyrir það að þú kemst svona í umhverfi það sem er í rauninni allt til alls. Þú hefur frábæra skóla og íþróttaumhverfi og stutt í allt og þú ert í leiðinni að svona tryggja það að lóðakostnaðurinn er ekki að koma í veg fyrir fyrstu kaup. Þetta er svona þrýstingur sem hefur orðið núna og þegar maður horfir í það hefur orðið 20% hækkun á fasteignaverði, 12% á næsta ári, 5% árið eftir það
og þá mun þetta hafa mikil áhrif á það hvert viltu fara á næstu árum. En það þarf samt að setja þetta líka í samhengi við kaupmáttinn og við aðgengi að lánsfé. Nú hafa líka raunvextir farið lækkandi. Þannig við skoðum fasteignaverð í dag sem hlutfall af launum, þá eru komin svona svipaðar slóðir á 2007. En ef við leiðréttum hins vegar fyrir aðgengi að lánsfé og hvaða vextir í boði í dag, þá erum við ekkert svo langt frá langtíma meðaltali. Þetta er mjög athyglisverður punktur. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli þegar við erum að meta stöðun í dag og annar punktur sem ég vil koma inn á er að hér er mikil umræða það að ungt fólk er erfitt með að komast inn á fasteignamarkaðinn. Ég skil það mjög vel, en það er líka víða erlendis. Erlendis byrjar unga fólki að fara inn á leigumarkaðinn og svo safnar það sér eigið fjó fyrir inn á kaupmarkaðinn. Og þetta er kannski eitthvað sem við þurfum að kannski... En sá hópur hefur náttúrulega verið sem stækkandi, hann er að vaksa þessi hópur. Stækkandi og við erum líka að þroskast sem borg, við erum að stækka, borgarmörkin er að þenjast út og þá eru þetta miðbæjarálagið hærra og það er dýrara að kaupa fasteign miðsvæðis. Þannig að það er kannski... En eru við að gera einhver aðra kröfur en til dæmis ungt fólk í öðrum löndum varðandi hvar við viljum búa? Eru við að horfa sömu kröfur frá bara háskólanemum í London, New York, einhver aðra borgir? Eru við að setja eðlilega kröfur að vilja búa? Ég held að þetta veri mjög skemmtileg stúdía til dæmis hjá Íbúðalánasjóði að skoða. Eru við kannski hugsanlega með og mikla kröfur það að við viljum búa miðsvæðis og við viljum vera í svo stóri íbúð og... Já, við höfum aðeins gert rannsóknir meðal fólks á leigumarkaði og það er þann hóp sem er að reyna að eignast og ef við ætlum að bera okkur saman við útlönd þá held ég að sé líka rétt að horfa til þess að víðast hvar annars staðar þá er heilbrigður leigumarkaður. Mun heilbrigðari heldur en hérna á Íslandi. Hann er nú mun heilbrigðari en hann var fyrir hrun. Við erum þó allan að koma með leigumarkað. En þetta er ennþá... Það er samt, það er eitthvað leið til leigumarkaður en við... Hvað er óheilbrigður leigumarkaður? Að fólk ver 42% ráðstöfunartekni sinni í leigu. En þannig er framboðsskorturinn að koma fram. Leiguverð endurspeglar framboðsskort. Besta leiðin til að styðja við unga fólkið er að við byggjum fasteignir. En það er líka við þurfum að mæta eftir leigufélög, þar sem að fólk getur búið í öruggu húsaskjóli, þar sem að leigan í samræmi við greiðslugetu fólks. Við sjáum það núna, fjárhagsstaða leigjenda hefur batnað á 2 árum. Það eru fleiri sem segjast geta lagt til hliðar, samt sjáum við leigumarkaðinn stækka. Fólk nær ekki að safna sér upp í útborgun. Fasteignaverðshækkanir hafa verið meiri heldur en kaupmáttaraukning síðustu liðin 2 ár. Þannig að þetta er í rauninni svolítið erfið staða að sjá fólk á leigumarkaði vilja kaupa, leggja til hliðar en einfaldlega ekki geta gert það. En svo þetta var athyglisvert hjá Íbúðalánasjóði og ég er svolítið á sömu blaðsíðu og Una hvað þetta varðar er að ef að spurningunni snúi við og spurt ef þú ættir kost á öruggri leigu sem væri innan við 30 eða 25% ráðstöfunartekjum myndir þá vera tilbúin að vera á leigumarkaði og það var gríðarlega stór hópur sem var til í það. Það er fólk sem er að melda að vilja ekki vera á leigumarkaði, það vill ekki vera á óöruggur leigumarkaði, það vill ekki þurfa að flytja á milli hverfa með börnin sín í leitað í flakki á milli íbúða og þess vegna hefur það verið okkar svona niðurstaða að það sem er farsælast er að binda samtökum við félög sem er ekki í þessu hagnaðarskyni, ætla eins vera að vera til langs tíma og við höfum ekki haft þannig aðila eða lagaumhverfi frá því að verkamannabústaðakerfið illu heillu var lagt niður 2000 þangað til að lögum stofnframleg og almennar íbúðir komu núna bara fyrir rúmi ári síðan. Þannig að við erum vonandi að fara inn í nýja tíma hvað þetta var. Ég held ég verði því meður stoppa ykkur, ég hef haldið lengi áfram og ég ætla bara að þakka ykkur öllum kærlega fyrir að vera með okkur í dag. Takk, sömuleiðis.